What up, T1?
Góða kvöldið, dömur mínar og herrar og öll saman. Við erum hérna komin í þriðja leik Raffþjóðadeildar 4. Það er P-VAF eða P2-VAF gegn Venus.Bodyfuel eða Rím eða Fylkir eða já, þrefaldir Raffþjóðadeildar meistarar. P2 eru hérna Radiant og Venus eru first pick og þeir næla sér í Phoenixin. Venusin bannar út Earthshaker, Línu og Snapfire á meðan P-VAF bannar hérna út Stinger, Clock, Lich og Ogre. Bara supportar sem að P-VAF taka út 3 frá Róberti og 1 frá Moislu. Og þeir svara þessum Phoenix með Abaddon sem að mér finnst nú líklegt að Puppufoot ætli að spila. Hann er, já, sem sagt Puppufoot er 5-man hjá P-VAF, Venus eru með sömu roles og síðast, það er Trummy, Karri, já, ég held að þeir séu með sömu roles og síðast, það er Trummy, Karri, Icefog, Mid, Hirsla, Þristur, Moisla, Fjarki og Consequence á 5-munni. P-VAF eru með Ivan á Karri, þeir eru með Puppufoot 5, þeir eru með Low Mid, það er nýr spilari í samfélaginu hjá okkur og þeir eru með Tiny og Harrison Solo á Þrist og Fjarka. Tiny náttúrulega vann litlu Kraftfélagadeildina með Gutta og Gísli reynda líka, hann var einmitt varamaður hjá þeim og spilaði fyrsta og eina leikinn sinn á úrslitunum þar sem að þeir tóku 3-1 sigur gegn TSR. Núna fer second phase draftsins að byrja. Það er tekið út hérna Dawnbreaker, Nyx og Batrider og P-VAF pikkar hérna einu Vóker sem að ég held að sé low specialty hetja. Þannig að já, þetta er fyrsta frumrunnin hans, hann er held ég svona low immortal bara, skils mér, og spilar flestar af þessum klassísku mid-hetjum og er frekar versatile spilari. Veit af því að hann fílar inn Vóker og Vóker er náttúrulega sterk hetja núna. Og Venus grípa Doomin, já. Mér finnst, já, þetta er á öllum líkindum bara Fjarka, Phoenix og offlane Doom. Ég veit ekki, Róbert getur örugglega spilað hann með Phoenix. Kannski er Atli eitthvað að prófa hann mid, ég veit það ekki alveg. En það er nú, já, mjög líklegt að þessi Doom fari nú á offlaneið. Venus eru núna aðeins að grafa í reserve-tíma sinn og ákveða hvert er ætla að fara með draft. Eins og þá eru þeir frekar cooldown heavy á egginu og á Doominu og grípa Warlockinu mitt í á, þeir ætla bara full on í að spila bara í kringum þessi stóru ult. Já, þetta er þá væntanlega Phoenix, Fjarki og Warlock 5 býst ég við. Ég var að svara með Rubik, Harrison Solo specialty, hann hefur sýnt félaga góða takta á þessari hetju. Og hérna eru náttúrulega margir góðir spellar til þess að stela. Og þeir grípa hérna Axin, já. Þannig að þeir ætla að lastpikka Karriið sinn og grípa Axin. Ekki nema þetta við sé Karri Abaddon, en mér finnst nú ansið líklegt að þetta sé frekar 5 Abaddon. Getur verið frekar erfiður leikur fyrir Ax að spila, erfitt að hoppa inn og koma sér út sem að hann vill oft gera, hann vill svona fara inn og fara út og fara síðan aftur inn. Þegar hann aftur komið Blink-Hold komboið. En samt fínt pick og getur alveg huggur og svona counter-initiata
í teamfightinn. Nei, Baddi, ekkert gyroban því miður. Að sjá, já, ok, já, þetta virkilega sterk hetja og ég held að sé, hún bara svona allt í lagi á móti Axe. Ágætt lane allavega á móti Axinum. Þeir banna út hérna Bloodseeker, PF bannar út Puckin hjá Atla. Ég held að Ívan hafi spilað hann Bloodseeker svolítið upp á síkastu og hann náttúrulega svona búinn að prófa sér inn í þetta meta. Og já, PF bannar út hérna Earth Spirit líka. PF eins og ekki með ekkert frábæra leið til að verja eggi, en þeir eru þó með dispili frá Abaddon sem að getur dispilað þá til dæmis Bókerinn og hann getur náttúrulega að lakkriti að sjálfa sig. En Venus er líka með góða leið til að venda þetta egg. Þeir eru með Warlock, Rockið, þeir eru með Doom, þeir eru með Pia sem að bara hakka á liðinu inn á meðan. Þannig að ég held að ég sé mitt gott distraction þarna fyrir Pia-an að hafa. Sæll Niall, og mér skilst að P12 stendur fyrir Previous Winners. Þar sem að Gísli og Sverrir eru það, þeir eru Previous Winners unnu litlu kraftfélagdeildina. Pudge Laspik, já, ok, þetta er Pudge mitt á Atla. Svo sem þetta er lægi held ég held að og flestar já, náttúrulega Invoker, Rubik og Axe eru allir svona positioning based hetjur, þannig að ef hann að húka eitthvað til sín þá er erfitt fyrir þessa hetjur að komast frá liðinu hjá Venus. Og ég hugsa hann, þú veist, hann er bara eitthvað mitt að lasta þetta og húka stóra kampi. Þannig að hann er með svo sem sama þennan Invoker í leininu. Já, hvaða carry pick kemur hérna út frá PVF. Rím er með legit Archon draft, já. Það er ekki mörg reliable stun allavega. Puppafett er náttúrulega winner, sko, það er alveg rétt, sko. Já, PVF þeir eiga náttúrulega góðan tíma hérna fyrir síðasta pikki og það er fínt að nýta tíman vel og vandlega, ekki bara, þú veist, þó maður sé búinn að ákveða pikki og líka bara til að ræða þessum strategíu leiksins. Hérna kemur það. Það er Dragonite, ok, já. Sko, náttúrulega virkilega sterk hetja núna en getur verið í vandræðum á móti Doom og Phoenix. Annars náttúrulega virkilega sterk á móti Pia þar sem þú fær svo mikinn armor sérstaklega í late gameinu og þú ert ekkert á móti að kaupa Bloodthorn eða MKB. En já, ég veit ekki alveg hver vann draftið. Bæði lið allan með frábær skinn hérna fyrir utan Sverri sem að eyddi greinilega ekki verðlauna fyrir henni síðast í að fjárfesta í betri skinnum. Robert er hérna með rosalegt sett hérna. Það er alveg galið, sko. Hérna kemur Pudgeinn, vá. Já. Þessi er flottur, sko. Já, sjáum að Sölvi tekur hérna með Thodigal, Facetinn, einhverjist.
skrýtnir fasetur hérna, ég held ekki Pudge með langa húkinn. Já, ég held þetta með fyrir að fasetur þetta Abaddon. Já, mitt skjöldun smá eins og bara Blade Mail. Já, ég veit eiginlega ekki hver vann draftið. Ég held að Venus sé með þægilegri lanes. Þeir eru með sterkar laner og þeir eru með Warlockinn sem að getur tryggt gott farm fyrir þessa Pia. Phoenix Doom er alveg mikið svona pressure lane og geta hratt tekið yfir mappið. Það er strax pása eins og alltaf. Það er bara að taka fram ef það er ekki pása. Mid, þá held ég að þeir séu bara svolítið að treyta farmi. Og Axinn gæti alveg verið í einhverju vesen hérna móti PA lane. Ég sé að hann byrjar ekki með Ring of Protection. Þannig að hann gæti alveg verið í vesen. Hann er ekki með stick, ekki Ring of Protection. Það ætlar að fara í hann Bracer og líklegast bara strax í Face Boots. Já, Phoenixinn með mikið af stöttum. Heyrðu, Harrison Solo fór ekki í Boots first item, það er reynda rosalegt. Byrja hérna með Wand sem að bara, já, þessi allt í lagi á móti Pia Warlock. Já, ég held að því lengur sem að líður á leikinn þá, já, sko, Abaddon Aghanims getur verið alveg mjög krúsal hérna, sko, en já. Já, ég bara þori varla að spá þennan leik. Skulum bara sjá hvað gerist hérna. Já, ég ætla að kynna bara inn liðin hérna í pásunni. Við erum með Ivan á Dragonite Curry, við erum með Tiny á Axe offlane, við erum með Harrison Solo á Fjarka Rubik, Low á mid Invoker og Puppafett á Fimmu Abaddon. Við erum með Moisluna hérna á Master Tier Phoenix, allir að high-fiva. Við erum með Trummy á PA, við erum með Icefog á Pudge, við erum með alvöru keyrslu á Doom og Consequence eða Dongle á Warlock 5. Það er strax farið í tippinn. Byrja að augra þegar bæðilið eru smókuð hérna. Þau munu hittast, eða hvað. Bordin er settur niður, smókin er að brotna hjá báðum liðum. Stikkur aðeins fram, þeir sjá örugglega glitta í Tiny þarna. Já, þeir sjá Tiny. Já, ekki restan af liðinu. Núna sjáðu Skúla, já. Hendur Dagger, já, og húkinn. Og hann er líklegast að látin. Búinn að nota líka skjöldin og hann getur ekki dispela sig lengur og hann fellur. Þetta er líka 5 manna Fatal Bonds sem er alveg galið. Icefog er með húk eftir 1 sekundu. Vá, Atli. Vá, þessi var rosalegur. Og náttúrulega allir í Rím fengu tippið sína endurnarið í gær, þannig að það er nóg af þeim í boði. Já, Venus byrjar þennan leik virkilega sterkt. Á 2 killum þar á meðal First Blood og 2 bounties, já, bountyunum er bara í stæði 2. Icefog byrjar að augra hérna. Sölvi að taka smá harass.
Hann er með Warlock sem að getur hýla sig þegar hann fær level 2. En já, veldspila hérna hjá PvP að fara aðeins að reyna refsunum. Hann er samt með 8 stykk líka. Núna er Harrison solo fallinn, myndi ég giska. Og annar dagger í boði. Það er ekkert að neða sér fram í fær killið, en missir hérna af nokkrum creepum á meðan, 2 creepum. Icefog tekur smá harass, hérna er Impure af low, en hann ætla bara að gunna á hann. Hann er með vindleysi, hann getur örugglega hlupað niður. Eða hvað, já, hann er með fyrirfær, ok. Hann er í góðu lagi eins og er. Já, það er örugglega engin séns fyrir þannig að Pudge að ná hook af í linnu, ekki nema að fá sér sólring, hann er alltaf með bottle og leiðinni reyndar, en verður stanslust EMP-aður af invokernum og getur ekki komið sér undan. Það er aftur eitthvað að gerast mid, já, það var ekki notaður. Flottir notaður, hann á bottul, bara velspilað hérna hjá Icefog aðeins að augra þessum invoker. Hann á hook, hittir ekki. Síðan, já, hann ætla meira að segja í Orb of Corrosion hérna. Til að augra þessum Axe ennþá meira, reyna að fá fleiri kill. Þeir eru með gali slow þá á daggernum, Orb of Corrosion og á kjötsúpunni. Buffett ansi framlega, tekur smá harass en dispellar af sér við Fire Spirita. Icefog aftur farin að augra low. Low er alveg out of mana, hann á 3 stykk reyndar. Það taka smá harass en hann er með wand, hann fer líka í null talismann, hann getur gjössalega spamma út spellunum. Og hann vill, eins og er þá er Atli með flest last hits. Það er alvöru barátta hérna á middinu og þeir falla báðir en low fær XP-ið og töluvert meira gull. Þannig að vel spila hjá báðum. Náttúrulega invokerinn fær gali lifesteal af bossinu og frá kólsnappinu. Það er, já, Tiny kom með wandi sinn. Er eitthvað í gangi bot. Frekar passive lane hjá báðum. Bíddu, já, Sölvi nær að drepa Tiny og Rúbik er næstur. Orb of Corrosion var að koma. Þetta er double kill á Sölva. Þetta er virkilega hættuleg byrjun fyrir Pía. Robert er mjög low, spurning hvort hann ætla að labba í base. Þetta er næja sér bara af creepum. En já, Doomin er líka fín last hit, DK líka. Það er allir eiginlega með bara ágætt last hit. Þá sem er eiga versta leikinn á þessum korum er eiginlega Axin, en hann á nú risa wave hérna, hann nær á damage á Sölva en hann blinkar bara burt. Þeir eru aðeins, já, það er risa stakk hérna sem þeir ætla sér að farma.
gera það svo sannarlega. Veitu, Skúli er fastur hérna og hann er að falla. Og Frikki fær killið. Og þetta var náttúrulega hellingur að farmið þarna sem að þeir fengu líka. Dúmen er með Q-a upp bottul. Já, Sölvi er alveg búinn að taka yfir þetta lane núna, sko. Þetta já, ok, Moislaði með bottul. Hirslaði með Q-a upp, hvað er að gerast hérna? Þetta er náttúrulega, þetta var gert mikið í... Já, þeir eru bara að deila bottul, ok, þetta er eitthvað next level shit, sko. Og það var náttúrulega mikið í gamla daga og voru bjarkar alveg að kaupa bottul stundum, sérstaklega þegar það var hægt að gera það bara í Secret Shop, en giska að Phoenixin hafi keypt það, ég sá nú ekki hver keypti það. Þetta er virkilega áhugaverð strategía hérna frá félögunum. Það er barátta hérna vistumrúnið, Moisla nær því. Hann á ekki spella samt til að berjast við Abaddoninu eins og ég er. Á meðan fór Haraldsson Solo í hitt. Sölvi brjálar, hann er komið level 6. Er hann að keyra yfir sig? Hann á stikk. Nei, ég held að hann sé ekkert að keyra yfir sig. Já, hann er brjálaður. Puppafett fellur, já. Og Sölvi nær killinu. Mikið heal hérna sem kemur frá þessum Warlock. En já, þeir eru að dæfa bort, komið 6 á Doom, hann Doomar DK-in, þeir náðum báðum. Já, gríðarlega sterk byrjun hérna hjá Venus. Við erum strax komin með 5k lead. Connection issue hérna. Regen í búði. Já, Randi, ég er eiginlega sammálaður, sko. Hvenær fær Róbert aftur að vera carry? Af hverju ætlar Sölvi kannski að drepa sig á Tormentor í þetta skiptið það? Herru, þá getum við nýtt tíman, við getum farið að kíkja hérna á Couriera. Þessi er flottur, ég er mjög hrifinn af þessum, sko. Mér finnst þessi alveg frábær. Amadýrif. Þessi sökkar, einhver Alpha Wolf. Þessi er líka dog shit. Þessi, ég hef fengið hennan oft í þessu Candyworks dóti. Allt í lagi. Og ég held að þetta sé bara venjulegi Courierinn. Alveg hræðilegt, sko. Þetta þarf að lagast, sko. Já, Courierina hérna. Hörru, þessi er með nafn. Doppa Lamin. Já. Þessi er geggjaður. Og að skýra líka, þetta er alveg frábært. Auðvitað er þetta Moisland, sko. Yes. Við þurfum meira svona, sko. Robert, ekki búinn að skýra sinn, en hann er með einhverja geggjaða hænu sem er með jetpack. Og backpack. Það er líka flottur. Hudds er með sömu hænu. Frábært. Þessi er líka frekar dog shit, sko. Þetta er ekki málið. Við erum með hennan. Fucking Frikki, sko. Sorry Frikki, þetta er ekki málið, sko. Já. Allir nema Moisla, Robert og Atli þurfa aðeins að rífa sig í gang með þessa Couriera, sko. Gísli, þinn er alltaf í lagi, en Not for Sale heitir hann reyndar. Hann er reyndar búinn að skýra hann, ok. Gísli, þinn er í lagi, að þú ert búinn að skýra hann. Það er bara flott.
Sko það er sjarmi í Vanilla Courier, það er alveg rétt. Það er, sko það er eitt sem ég er hræddur við í Dota, það er default skin sniper með default skin Courier, sko. Hvað er Róbert að fucking gera núna? Já, yes! Let's go, sko. Let's fucking go, sko. Kemur ekkert óvart á að Róbert sé búinn að queue upp mæta sinn. Og hví ekki, hann er að eiga fína leik, PN er að eiga fína leik, þeir vilja fara örugglega late game með allt þetta teamfight sem þeir eru með. Halda greinilega þessi Abaddon Axe sem að kemur á endanum sé í vesen, þeir halda DK-in í late verði ekki vesen, þeir eru náttúrulega með Phoenixin og Doomin til að díla við hann. Hann er mættur aftur, einhverju fyrir að hefjast eftir smá. Róbert sýnir hvað býr mikil ást í hjartan hans. Já, Randi, það hefði nú verið gaman að fá þig í þetta kast, en þú færð vonandi bara að njóta að hlusta á þetta ASMR stream hérna hjá mér. Og já, leikurinn er komin í gang aftur. Moisla er djúpur hérna, hann er setja ward, þeir sjá low. Hvort það geti gert eitthvað. Húkinn, já, hann nær honum. Góður tornado samt hjá low. Kemur sér burt. Hann var tilbúinn í þetta. Abaddon er að tippa inn, Harrison Solo er líka mættur. Hvíla hann upp. Vel spila hjá low. Þeir vita ekki af þessum ward hérna. Já, þeir sjá að hann hafi playsað hann að sentry líka. Og allir dewardar hann. Þeir eru ennþá 3 supportar hérna mid. Núna er Róbert á röltinu mid. Hann er búinn að últa hérna, er að venda turni sinn. Rikki stelur hérna farminu hjá honum, vel spilað hjá honum. Vita væntanlega að þeir sé að Venus sé með vision hérna núna þar sem hann dewardaði frá low-groundinu. Tiny er búinn að vera ítt í junglið af þessari Pia, er að reyna að fá level 6. Róbert vantar smá í level 6. Húkinn er ekki. Þeir vilja venda hann turn, þeir vilja ekki gefa Doom meira pláss til að farma og stela farmið frá Dragonite-num. Sölvi er svona nálgast Battlefury-in, en eins og er Doomin með mesta náttúru í leiknum og náttúrulega gerir þetta svolítið og sérstaklega þegar hann á góða leik, hann býr til gull upp úr þurru. Ívan og droppa rockinu, já, hann er dauður hérna, gott rotation hjá Sölva. Rúbikinn er næstu sínum, hann er bara level 4. En rosaleg djúks hjá Harrison Solo. Getur hippið úthaldina eða hann er með Infernal-brauti. Hann er fallin núna, já, endar á því að falla, en þetta voru rosalega djúks og þeir ná turninum. Vó er mættur hérna bot. Þeir vilja ekki mögulega fæta þetta, þeir eru ekki með góleminn. Þeir eiga egg, þeir eiga Doom. Held að PvF vita alveg af því. Róbert nota góleminn bara til að hérna Atli er mættur mid, hann er komið blink með þess að er frekar farmaður. Róbert ætlar að kommitta í þennan Midas.
Sölvi er aðeins að augra Tiny. Núna hann komið mikið armor, hann getur aðeins staðið í honum. Solo er mættur þann topp, hann samt bara level 4, hann verður að fara að fá eitthvað XP. Er það ekki alveg rétt að þeir fengu XP hún af hann? Held það, en það er ég ekki svo viss, sko. Invest rún hérna á Pudgeinn, þeir ætla að hlaupa topp. Iceblocker röltir ískaldur í hann. Low er mættur samt, bjargar hann svo Solo í bili, já. Iceblocker er frekar low, hann á ekkert mana. En Moisla er ennþá með eggið hérna tilbúið. Þannig að Axel mætti bot. Gekkaðan er að farma, hann er að detta í armlettið. Það er Venus að reyna að komast bara í þennan mid-turn. PvP eru mættir 4 þarna, þeir ætla að reyna að venda turnin. Þó er Invis og er ekki undir Vision hjá Rean. Þannig er, já, Sölvi er kominn 7300 network, kominn yfir Doomin. Já, byrju, holy shit, ok. Það er solo kill bara, hann kom með blink og drums á Doom. Byrju, ég er að missa öllu hérna, byrju. Var þetta einhver rosalegur húk, eða? Mér sýnist það, ég verði eiginlega að sjá þetta aftur. Já. Og engin tornado til að bjarga honum. Já, þetta byrjaði að líta ansi vel út fyrir Rean. Ég var fyrir bara með 1 kill. Moisla, hann á eggið. Það er hann að egga. Nei, hann væri hvað sem er dauður eflaust. En já, mikið gull og gott XP hérna fyrir PvP. Eru komnir með level 6 á báðum supportunum og rúmlega það. Á meðan er Venus að leita hérna að því að þrengja að PK-unum. Það eru, já, 50 sekundur í Doom, hann á Golemin samt á Warlock. Það er allir að tippa hérna upp á Tiny. Holy damage, sko, þetta er rosalegt damage. Og allir húkar hann á nær honum. Og stórt stig. Þarna kemur eggið og Golemin ofan á. Og tryggja að eggið muni springa. Allir vel spila á hann, blinka burt úr tornadónum. Moisla dævar áfram, hann á smá stig. Vel spila hjá Moislu. Hans og Solo fellur líka. Þetta eru 3 kill fyrir Venus og þeir tapa engu. Góð nýting hérna á spellunum sínum með því að droppa Goleminu á eggið. Og, veitu, já. Sölvi og Keisla taka niður Gekkaðan hérna meðan, nota Doomi í það, komið Battlefury á Sölva líka fyrir örugglega 1-2 mínútum. Það er ennþá slagsmál topp. Moisla, ég held að hann sé fallinn hérna, eða hvað, miss. Landstrekki, giskar vitlaust. Moisla með góð jukes hérna, á meðan er Robert. Já, nota mæta sinn. Allir hoppar inn, núna er Sölvi mættur. Ekki margir spellar í búið, Moisla er ennþá hérna. Ekkert mana lengur á PA. Eru þeir að keyra aðeins yfir sig hérna, góður húk hjá Alla. Þeir eru að reyna að koma
Sölva út, nær hann að blinkinu, hann nær blinkinu. En, mun hann tikka niður, hann lifir. Shit, þeir eru living on the edge hérna á Venus, sko. Dálhefnir þarna að Sölvi fjall ekki. Meðan er Frikki að farma eins og djöfullinn sjálfur. Og keypti sér meira sem mætast líka. Hann er með fasetið mitt þar sem hann getur selt hluti fyrir 50% af gullunum sem það kosta í staði fyrir 50%. Góður húk hérna á Invokerinn. Ég held að hann sé barasta fallinn, já. Hvar sá hann? Þetta var einhver rosalegur húk, sko. Já, ég veit ekki alveg hvað PvP þarf að gera núna, kannski bara reyna að dodga fightinn, fighta bara yfir höfuð, sérstaklega þegar þeir eru með teamfight úr þannig sem í gangi. Ég skil að þeir vildu reyna að fighta þetta hérna, þar sem þeir voru nýlega búin að nota eggið og Golemi og meira þess að Doomið. En þeir þurfa bara að fá hann að blinka á Axel, fá einhver items á supportana. Shit, byrju, já, þeir eru aftur að finna Ívan. Þetta er rosalegur nördi hérna, Frikki, sko. Doppin skóflunni er með bottulið. Það fæti ykkur topp, low, hann er að falla. Robert droppa bara gólunum minna á Carson Solo. Nær ekki tippjun, þetta var virkilega tæft samt. En mjög gott call hjá Axinum. Náður, já, þeir ná Warlockinum, en núna er Axin aleinn og yfirgefinn. Hann er með fásitin, hann fær aðeins meira strengt, en hann fellur líka. Já. Shit. En mikilvægt gull hérna á XP sem hann fekk frá Warlockinum. En já, Venus eru ansi mikið byrjar að keyra með hennar leik heim. Axe líka hérna á Pudgeinn. Meira þess að, já, styttist bara í Axe á Warlock líka, hann farmaði ágætlega hratt með Vítasnum og sérstaklega sem hann er að taka þátt í mörgum killum með liðinu sínu. Já, DKN og Invokerinn eru svolítið mest hérna í möddinu. Þeir eru búin að eiga virkilega erfiðan leik. Það er 4 manna smoke hérna, þeir vilja halda þessum Axe gangandi. Þeir sjá ekki mikið. Sáu mögulega Moislun og nei, sá hann ekki. Ná, ekki Pudgeinn, er eiginlega bara kloppað á hérna. Byttu. Sölvi lappar upp. Nei, what? Sölvi maður. En hann á stykk. Það er verið að TP inn til að hjálpa honum. Nær að blinka burt. Icefokker mættur. Invokerinn er dúmaður. Byttu, Rubik stelur dúminu og setur á Phoenixinn. Með mjög vel gert. Atli er hérna að hlaupa og niður. Núna er Sölvi aftur mættur inn. Wow. Þetta var virkilega vel spilað hjá Venus og mjög óheppinn Axin að Sölvi hafi blinkað á creepinn á sama tíma og hann blinkaði til að calla hann, sko. Shit. Já, núna held ég að sé ekki mikið meira sem að PvP geta gert. Ég er komin hérna með Dungeon Yessa en er að fara í beint í Satanic. Þetta er náttúrulega virkilega vinsælt build núna á Pia. Að sjálfsögðu er Moisla með Aetherlens. Ok, ég verð að spyrja núna fyrir hvað
ertu að kaupa Aetherlands? Ég vildi væri með Aetherlands voicelanum að svo ég ætla að reyna að finna það bara. Þetta er galið sko. Það er frábær húk hérna. Það er ekki með það. Hér. Ég var fyrir aftur að smóka hérna, þeir eru með 5 manna smók. Þeir eru að leita rými, rými eru reyndar að fara í rós. Þeir sjá það samt ekki út á sandstrekkinu, eða hvað sjá þeir það? Þeir vita að þeim hérna. Það getur komið rosalegt axkol hérna. En hann er bara að deyja. Moisla var á frábærum stað til að söndra og hérna kemur eggið. En ok, eggið fellur en Pian er going to town hérna. Róbert á ekki gólum. Núna kemur Dúmi á Invokerinn. DK-in er fallinn og Invokerinn er fallinn, þetta er team wipe. Sæll, já, þetta var frábær staðsetning hérna hjá Moisla. Það er að híla á alla og brenna niður axin á sama tíma. Virkilega vel spilað. Og Sölvi kom með eitt sinn. Þetta er ansi grimmt hérna fyrir PvF. $27,000 networth lead á Venus. Já, ekkert aðbótan út í... Hvað hann gerir mikið damage. Þeir eru komnir svo langt á undan. Atli er næstu í 2-falt hærra level heldur en þessi greiði aðbótan sko. Holy shit. Og axinn fellur aftur af hönd Sölva. Já. Atli er rosalegur. Holy shit sko. Og Moisla er að finna low. Hann er að slóa hann. Djöfull er þetta mikið damage. Já, hann er með meira, hann er með þann facet mitt, en low nær að djúka sig burt. Vá, þetta var 1000 damage bara. Alltaf, já, meira facet. Þetta var galið. Ok, ég skil núna. Hann er með Aetherlands út af þessum facet, já. Það ekki, 1200 range. Vá, það er... Já, ok, ég skil það smá núna. Ívan er húkaður hérna. Æjæjæj. Hann últar en það er bara allt og mikill skaði í búði hérna. Gólemarnir komin Axe. Low er reyna að hlaupa burt. Hems burt reyndar. Byrju, Atli er reyndar rugglaður. Hittir ekki húkinum. Já, virkilega miklir yfirburðir sem að Venus er að sína þarna enn og aftur eins og þeir hafa gert svo oft áður í kraftfræðideildinni. Þeir eru svo sterkt lið. Icefog að leita húkinum hérna á low. Það er svo drákirlega, já, byrjuðu Axinn dauður hérna, Sölvi mættur í hann. Hann fær ekki frið frá þessari Pia. Low er komið nóg að þessari kjötsúpu hjá Róberti.
Það er komin mýmháfurinn á Phoenixum. Húkinn, Haraldsson strála dodgar hann. Þeir eru bara að slow seatið þarna held ég. Hræddi við Axe-kólu náttúrulega. Komið bík á B líka á Pudgeon. Warlockinn er bara að gunna í refresher. Ég er bara í Rapier já, ekki? Jú, Rapier. Já, Moisla alltaf líka í refresher og náttúrulega counter Abaddon Axe-inn ef hann kemst einhvern tímann í hann í þessum blessaða leik. Radiance Sanjanyasa á Doom. Það er líka frekar klikkað. Líka fucking nörd sem að Frikki er sko, þetta er alveg rugglað sko. Já, þeir eru bara að slow siege þetta. Ég taka neinar áhyggjur, áhættur, Aegis-inn er að renna út. Þau byrjuðu hoppa hérna á Doominn, Venus eru splittaðir, náðu þeir að bursta niður. Hann er að healast. Náðu þeir að bursta, þeir ná Doominnum. En Sölvi kemur inn, þeir eru allir sprengtir bara strax. Buyback á Axe, triple kill á Robert. Haraldsson solo. Ekki segja mér að Robert sé að fara að fá rampage hérna. Ertu ekki að fucking grínast í mér? Hættu. Hættu. Þetta er veikt sko. En já, sammála Dave sko, flott. Venus, punktur, Bodyfuel. Taka hérna leik 1 með miklum yfirburðum. Spilu frábærlega. Sölvi með geggjaðan leik. MVP leiksins. Ég ætla að segja veistu, ég ætla bara að segja Frikki að kaupa þetta bottle, slátra þessu offlane'i með Moislu, taka við mappinu, ekki gefa DK-num neitt séns að komast inn í leikinn og bara doom hann off cooldown. Spilaði líka virkilega vel með Sölva sem að koma aðstofan við það. En já, Venus.bodyfuel með frábæra taktaðinn í fyrsta leiknum. Ég ætla aðeins að pása streymið og ég sé ykkur bara innan skams.
Já, verið velkomin aftur. Við erum komin hérna í leik 2. Hérna voru PVF voru núna first pick og Venus eru second pick. PVF bannaði hérna út Doomin og Pia en þeir stálu Phoenixnum. Venus taka hérna í staðinn Beastmaster og Nyx. Ég myndi halda þetta að vera Nyx fjarki á móislunni. PVF tekur hérna Abaddon aftur, sem er bara fínt held ég. Þetta er náttúrulega virkilega sterk hetja og síðasti leikur ekki nægilega vel hversu góður Puppuffet er á hetjunni. Spurning í hvaða átt Venus ætla núna með draft. Þeir eru með Beastmaster sem er tölvöld hraðara tempo. Þeir eru líka með Nyx sem að lokar PVF hratt af mappinu ef að Venus nær einhverju yfirhönd snemma. Bara aftur í axinn, sem er bara fínt. Þetta var besta hetjan þeirra í síðasta leik. Ég held að Tiny sé bara öruggur á þessari hetju. Gott sjátt hérna voru að randa Nyx Aetherlens. Það eru öruglega svona 95% líkur á því. Það er þá spurning hvernig Venus ætlar að svara þessu núna. Þeir eru ekki með þessa Pia, þeir eru ekki með Morph. Og Sölvi ætlar að gera hérna. Já, þeir fara í Dragonite-in, ok. Og Venno, ok, DK, þetta gæti. Móisla tala það síðustu helgi að hvort að við varum að fara í Venno Jungle og við vorum ekki með það planað. En ég held að þetta sé 100% Venomancer Jungle level 1. 100%. Ég gæti án jokes bara farið og sett bara player view á Robert og við fylgjumst með hvernig þetta er gert. Af því að ég spila á móti svo og það er galið hvað hann verður farmaður og galið hvað hann fær mikið XP af þessu. Bara gjörsamlega sturlað. Hann náttúrulega er að fórna Sölva á meðan en Sölvi er að spila þetta DK-in. Núna er hins vegar PVF með Phoenixin á móti DK-num. Þannig að þeir geta alveg gullið hann svolítið út í leininu. Já, það er gott hjá Randi að reporta hann. Ég er að pæla að gera það sama eftir að fá Rampage sem Warlock og er núna að fara í Venno Jungle, sko. Þetta er ljótt. Þetta er bara ljótt. Það er alveg svo er. PVF eru með einhverja pælingar hérna að þeir fara í Drow Rangerin. Já, þetta er gott pick. Hann er alltaf læg á móti Beast í lane, samt ekkert besta hetjan. Beastin getur alveg 100% búlið hana. Á erfitt á móti Nyx. En er náttúrulega alltaf lægi hetja á móti DK-num. DK-n fær samt armor sem að DK fær er græn armor, ekki base armor. Þannig að Dráin er ekki að fara að pírsa í gegnum armorinn. En ég veit að þetta er mikið komfort fyrir Ivan og Drá er góð með Abaddon. Þeir eru að setja upp fyrir svona bara fínt team line-up sama hvað Venus sé að pikka hérna. Þeir eru með sterkt teamfight, þeir eru með Abaddon og Drá lane, þeir eru með Axin og Dráin getur bara verið að lemja inni. Þeir eru með Ax og Phoenix sem er líka sterkt combo, call og egg. Og þeir ætla þá væntanlega að pikka middin sinn hérna eftir þetta bannface. Það er banna út Ember og Quap. Og PVF bannar hérna Vector, já byrju, þeir halda
að þetta sé DK mid. Ekki nema Atli hafi verið eitthvað að spila Spectre mid, ég veit það ekki. Ég hef nú alveg lent í Spectre mid tvis og þrisvar en það hefur ekkert borgað sig endilega fyrir hitt lið í pubs allavega. Ég er aðeins að hugsa hérna síðasta banni og væntanlega síðasta pikki þar sem að Venus á Ultimate last pikki. Já, hvað er ákveð að gera? Við taka út já. Og pikka Deathford, já, Low. Þetta er virkilega góð hitja hjá Low. Það getur spilað þessi hitju mjög vel. Og miklu öryggi. Við erum sjá hvað Venus ákveður hverju þeir svara með hérna. Já, allir byrja inn með okkur en sjálfur, ok. Ég held að sé líka bara allt í lagi hitja á móti Death Prophet. En þetta lukkar samt eins og mjög næs Death Prophet leikur. Vil ekki í Morning Ritual facetin þar sem að allt damage sem hann tekur er delayað. Já, heyrðu, ok, býtu, þetta er Sölvi Beastmaster og Keirsla að spila DK-in, ok, hann er Carry Beastmaster, áhugavert. Eða þá ekki beint, jú, Carry Beastmaster, en hann ætlaði líklegast að vera þá að solo leina bara á meðan Robert fyrir jungle á Venno. Ok, áhugavert. Já, þá erum við komin hérna inn í leikinn. Venus er aftur Dire og PvP eru Radiant. Ok, starting items, Jungle Venno, Blightstone, Clarity, Sage Mask, bara. Hún kaupir ekkert Health Regen. Fer bara beint í Mana Boots. Hann er komið með formúluna sko, hann er komið með bara að byrja með þetta. Boots, Basilius, Clarity, Boots. Eitthvað sem Mechanism.
Atli tjekkar hérna á Word og sér væntanlega að þeir hafa Word. PvF eru búin að hópa sig saman hérna á þessu rúni. Hvort að Venus viti af því. Við erum með sem sagt Sölva á Kari Beastmaster, við erum með Robert og Venn á Jungle. Atli á Invoker mid, Moisla á Bjarka Nyx og Dragonite offlane hjá Keistlunni. Sjá Robert hérna, náðir að refsonum, kasta út Fire Spiritsonum á hann, við erum með Puppafit á 5 Abaddon aftur. Núna er Ívan að spila drá, hann kemst undir turnin. Við erum með Fjarka Harðarsson solo á Phoenix og Sölvi næjar rúninu með bor, virkilega vel spila. Og já, við erum með Tiny aftur á þessum Axe. Gott bodyblock hérna hjá Frikka. Ívan bodyblockar líka, þannig að Veivi hittist bara á eiginlega bara eðlilegum stað. Ok, ég verð bara að fylgjast aðeins með Roberti sko, hann er að planta vortunum að sála sig. Hoppa Clarity. Og nú byrja það. Hann er actually ruglfljótur að drepa þessi creep. Vá hvað creepin gefa líka mikið XP maður í early game, eða svo að, já þau gefa bara ógeðslega mikið XP. En það var líka heppinn held ég að fá ekki mörgórum, svo ég held að það sé verra. Ok, og hann er komið með level 2, flott. Síðan fer hann hingað. Notar 1 ward fyrir vision. Þetta er alveg cancela sko. Líka poison sting. Líka með play career facetina, hann setur á sjálfa sig. Já, hann er með mikið regen sko, með þessum. Það reynir mér best að missa ekki að first bloodina en mér finnst þetta bara svo áhugavert. Og með level 3 sko. Þá tekur hann 2 stig í wardunum. Það gerir náttúrulega helmingi meira damage. Það 6 damage. Bakkar það líka. Sölvi er að vera smá pressurar á meðan en ekki að verst í heimi. Death Pro reyndar er að eiginlega óna mid með tölur fleiri last hit. Hann er komið level 4 sko, hann er með jafn mikið XP og Icebox með mid. Sölvi er bara að spila þetta vel, leyfið þeim ekki að pressa á sig. Það var eftir að stakka þessu bara held ég. Fyrir það já. Moisla að búa til pláss hérna. Náði honum ekki. Já. Og hann nær kurhjörnum, hann var alltaf með boots. Herru, aftur að verða nú. Sölvi er að vera ágætlega pressur hérna og Tiny er að eiga fríanleik. Það getur alveg verið hættulegt en
Sjáu þetta XP sem hann er að fá. Galið, sko. Atli er aðeins að klóra í bakka núna í lastlutum. Róbert er núna mættur, hann er að hjálpa þeim. Reynir að hjálpa þeim, nei, hann kemur bara í veifið. Æja, flott hjá þér, Róbert. Please ekki gera þetta í pubs án þess að spurja allan að fyrst hvort þú megi fara að venna á jungle. Þetta er alveg galið, sko. Þú veist, þetta er alls ekki gríf, en þetta getur verið svolítið galið, sko. Er eitthvað creep sem með eitthvað mikið náttúrulega. Æ, fuck, ég mista þessu. Ok, býtu. Það er 2-0 fyrir PVF. Þetta er námúislunni hérna. Gott kill. Ívan fær líka killið. Það er mjög næs. Tiny er með meira XP en Sölvi mér segja ogÍnusson Löfjör. Hann er náttúrulega búinn að vera duglegur að gefa hann solo XP sem er virkilega vel spilað hjá Haraldsson Solo. Það er komið level 6, hann er ekki eins og að skilla ultið, sko, hann er allir ekki eins og að fara að ganga. Og Ísla mætir hérna mitt í rúni, það er Sýrún. Það er svo hvernig 2 reiðbandi á. Ó er að fara í Facebook. Ísla er líka að fara með svo, sjáu þið last hitinn. 71 lastit á 6 mínútum 25 sekundum. Byrju, núna er... Nei, Haraldsson Solo, þú vilt þetta ekki, sko. Þú vilt þetta ekki. Holy fuck, sko. Og Axinn fellur á meðan. Hann kom með roar og þeir ná Puppafett bot. Og núna er hann komið level 7,5. Oh my god. Hann er komið með mekkana sem að courier. Er svo veikt, sko. Þetta er svo fucking veikt. Hann er með hæstur í networthi. Hann er hæstur í networthi. Og hann er sama level og allir aðra sem eru hæstir í leveli. Er eiginlega komið level á það. Hann er með meira XP en báðir middarnir. Þetta er svo veikt. Gæinn er með 90 lastit á minn en 8 mínútum. Þetta er svo fucking veikt. Halló, sko. Sko, Tesla er með rugglaðar lastitölur. Og Tiny líka. En þetta er bara next level veikt og það er náttúrulega öðruvísi lane creeps á móti jungle creeps, en come on, sko, hvað er þetta? Fuck, sko. Veitu, Puppafett dreipur Moislu? Já, Moislu hefur verið að ganga og Haraldsson Solo hefur mætt. Veitu, Bó er hérna aðeins að augra alla. Það er prófið últar hérna, vill ná turnunum. Ég er að dæfa alla hérna. Róbert er mættur, hann á ekki mikið mana samt. En hann gerir ekkert eðlilega mikið damage. Ó, byrju. Ló er að fara að healast mjög mikið hérna eftir smá.
Það er sköldur í búið líka, ok, þeir ná að venda turninn á móti Death Proud últi. Það er alveg mikilvægt að ná þessu, já. Já, það er mikilvægt að ná þessu á móti Death Proud, sérstaklega fyrsta últinu sem hann er svona góða turnin. Byttu, Sölvi er hérna í vesinni. Eða hvað, hann er að drepa Phoenix. Og slæmættur. Þeir eru að keyra niður. Rosalur tornado. EMP. Hann deyr út af borinu. Og í slæfesninu núna, hann árindar Carapace, já. Og Róbert mættir aftur að farma. Þetta er svo fucking sjúkt, sko. Hann er að fá grís bara eftir 2 mínútur. Hysla er að pressa bot hérna, dráin alltaf eiginlega svolítið neitt í að fara að fæta eitthvað. Keistan byrjaði á turninum, kom með armlett. Er að fara í Mask of Madness hérna. Ég charge lengur á Spirit Siphon. Hvað keypti hann? Já, ok, hann ætlar ekki í Grief strax, hann ætlar í Forstoff. Já, hann ætlar. Já, bara næs á móti Death Proud og drá líka bara. Ok, P.V. fyrir aðeins að ná að slá frá sér hérna í þessum leik. Þeir byrjar að pressa turnin, Róbert er mættur. Tornado nær Abaddon. Low. Byttu, Sölvi er mættur líka hérna, kominn á drána. Þeir eru allir að falla. Já, shit. Ó, gott stun, þeir falla 4 hérna. Og Axin er ekki nógu farmaður til að koma og díla við þetta. Hann er aðeins búinn að detta aftur úr eftir að deyja 2 svar. Þetta er bara svo veikt. Þeir eru að tepja núna upp á Axin. Hysla. Já, Tiny tepja burt. Hysla búið til rosalegt space hérna, fær 3 til sín. Atli er mættur líka. Passa að láta ekki vita af sér. Þeir sjá hann núna samt. Nei, þeir sjá hann ekki. Hverju er þessi ops lífandi? Sentrin er ekki búinn að lifa jafn lengi. Já, flott, Róbert er á level 12. Við komum með Forstoff og er að detta núna í Greaves. Þeir eru að smóka hérna eitthvað topp. Vilja drepa Kirst. Það getur verið erfitt kill, en þeir eru með egg, þeir eru með 1 earn charge. Kannski getur beita eitthvað, nei. Bara undir turn, þetta er Lóa mættur. Últar fyrir þetta. Róbert er að koma inn með mikið heal samt. Eitthvað, nei, nær ekki. Að bjarga honum. Þeir þurfa að flýja frá egginu. Þeir ná Róberti, þetta er rosalegt kill, þetta er mjög mikið XP. Nú er allir komin og hann er að fara að deyja. Nú er aðeins svo lengi að bregðast við hérna hjá. Já, allir stoppa bara og lega að drepa sig. Þeir voru aðeins svo lengi hjá Venus að bregðast við þessu frá P.V.
góð notkun hérna á úlpunni á DP að nær þrem hérna. Þeir eru eitthvað að ping út vausluna en ekki á honum. En það er rosalegt að ná sko, þetta er svo mikið XP sem maður fær fyrir að drepa bara bæði Róbert og, bara já, þetta eru 3 level 12 gæjar. Nei, Invoker er ekki level 12. Já, DK og Venno, 2 level 12 gæjar. Og hæsta networthi. Já, ok, PvP fyrir aðeins að býta frá sér hérna í leik 2. Það er spurning hvort að þetta Venno að sakka svolítið leiknum að Sölva sé hafi verið málið, en Sölvi er nú alveg búinn að recovera ágætlega og er komin yfir axi núna. Það er aðalega millinni sem að var mjög ójafnt, þar sem að Low átti mjög góðan death pro leik hérna á móti Invokernum. Sölvi komin hérna með Helm of Overlord, það er eitthvað að gerast hér. Lú. Ekki komið blink á Axe, það er mjög mikilvægt að fá hann. Það verður bara farman bara eisa, bara fara í þessi kamp hérna og farma þetta núna sko. Það gengur ekki að vera hlaupandi hérna í kringum þá það er svona stutt í blinkin. Just what I've been waiting for. Icebox spottar hérna centurinn sem við erum með hérna. Venus er eitthvað að reyna að ýta á þannan turn. Æ, nei. Finna hérna Tiny, en þetta er Low últar. Holy damage á Icefog. Og Icefog er bara fallinn. Þeir reyndar ekki level 2 últ hjá honum. Það er að dodga Rory hérna, hann á Low er að óna á þessari Death Prophet. Núna er hann að taka mikinn skada samt. Það er hann að hýla í gegnum þetta. Abaddon skjöldar hann. Dráin er aðeins að fá að lemja frá sér. En álfur Kistla er virkilega sterkur, hann tekur út Abaddonin. Death Prophet er fallinn. Núna mætir Tiny með blinkið. Þeir ná Róberti. En Kistlan er allt of sterk. Eða hvað? Últið er búið. Hósla. Setur upp stannið hérna. En það er ekki nóg, hann er að brenna á móti Hafsson. Hann deyr. Og Ívan fær killið. En þeir ná ekki alvöru Kistu, hann er kominn aftur nú últ, að nota últ á hann þegar að vara með Arkenrún. Þeir eru að keyra yfir sig. Hún er Abaddon mættur. Vá, sko, þetta var rosalega fætt, en fæ ég recapið eða misti ég kannski bara af því? Þannig að það borgar sig virkilega mikið fyrir PvP. Sjáum líka hvað Phoenixin er að gera mikið damage, hérna 4300 damage á honum. Allt damage eiginlega hjá Venus var frá DK og Venno. Invokerinn bara dó strax og gæti ekki gert neitt. Það er núna DD og hálfmynda í næsta últ hjá Death Prophet. Ég held að bæði lið séu aðeins að horfa til Rose núna. Sérstaklega það sem þetta er jafn leikur. Það er verið að stakka playboardum á Sölva. Hann ætlar að finna eitthvað. Finnur hann dráuna. Borin kemur aðeins upp hann. Já, stilla bara farminu frá drá. Sitt. Ívan er brjálaður að teikna mappið hérna.
Róbert er að fara í pípu núna. Death Prophet að fara í Shiva sig á. Holy Locket, Abaddon og með Vessel og Phoenix og hann er að enna ákveða hvað hann þarf að fara í. Það er 3 manna smók hérna, Axis smókaður, hann er með blink. Djöfull fucking lemur keisla. Holy shit með Alacrity og Mask of Madness. Og það er beint í torminn. Róbert nær últunni sinni út en hann er fallinn, hann nær ekki eins og að nota Greaves. En alvöru keisla gerir mjög mikið skada, hann er að kæta á aftur á bak. Ekki kemur út en hann þarf að flýja frá þessu Vesseli. Low er að elta hann. Hann getur júlsað hann. Oh my god. Ok, hann dispela sig. Alvöru keisla. Hann lifir. Og ég held að Low sé dauður. Vá, hvað þetta er vel spilað hjá Frikka maður. Og meðan fundur Tiny og Phoenix. Virkilega vel spilað hérna hjá Venus og það er komin blink núna á DK en djöfull er hann að gera mikinn skada. Og Róbert mætti það sem hann á heima í junglinu. Hver fekk Tormentorinn? Róbert dó líka nútral, hann dó að Tormentornum. Þetta dó Róbert að Tormentornum. Verður, já, ansi vont fyrir PFF. Og já, það er Venus sem að fær Tormentorinn, með þess að Atli sem að fekk Tormentorinn. Hvernig fekk, já, náttúrulega, 5 er náttúrulega POS 1. Já. Okay. Þetta er alveg að detta hérna í pípu. Já, þessi DK er ansi sterkur. Komið BKB Drums á hennan Beastmaster. Þeir eru að fara í Rose hérna á Venus og ætla að reyna að slúta þessum leik. Death Prophet að ult eftir 5 samt. Það er mjög erfitt, þeir eru að fæta núna þá PFF með sömu items og áðan og meðan að Venus er komið með heilt nýtt item á flestar hetjurnar. Komin Aegis núna á Beastmaster, já þeir eru of seinir. Þurfa að bakka bara. Gert hjá Ívan að TP bara strax og byrja að farma þetta. Atli er að leita að einhverju hérna. Ok, þeir finna Puppafett og ná honum strax, últunni strax. Og þeir últa líka Death Prophetina. Hún júlsa sig upp, er aðeins að híla. En þeir forsa hérna eggið líka. Abaddon er dauður í 45 sekundur, ekki með buyback. Þeir fara upp á high groundi. Sölvi er með Aegisinn. Hættulegt play hérna hjá Haraldsson Solo. Kemst upp með þetta. Með Abaddon að koma aftur þá bakka þeir á reyndstraxinu allavega.
Já, það er ekki mikið meira sem að hægt er að segja þennan leik. Núna er Venus komið í forystuna. Ef þið voru bara að komin á streymið þá var þetta Róbert að jungla sem vennumannsir frá mínútu 0 og varð mjög hratt farmaðasta hitjan á mappinu. Það er Frikki aðeins búinn að taka fram úr honum svolítið. Það er líkt en Róbert fær hérna sinn Tormentor, það er komin Sjárn núna Invoker. Sko Sjárnin á Invoker er svo rugglaður. Það bætir líka við sko meira burn damage og þetta getur verið bara 500-600 AoE damage ef hún er að brenna mana 600 mana. Ég var fyrir núna aðeins að splitta mappið, komin gem hérna á axinn, getur aðeins tekið niður einhverja vorta og styrir náttúrulega ef að Nixin eða Invokerinn er að koma nást honum. Þetta er rugglaða dagspil, holy damage! Hann er ekki einu sinni með crit eða neitt, þetta er bara Plague Ward plus. Vá, ef hann hefði náð stönninu sko þá. Holy fuck. Já, einmitt. Hann er með 400 damage. Núna byrjar úr tímfættin, kemur Axcall. Sölvi er fallinn til ná egginu, en það eru 3 buyback ultra kill á keyrslu. Það er rampage á keyrslu. Það er 2-fold rampage á keyrslu held ég. Eða hvað. Keysla er rugglaður. Hann vill ekki fara frá low. Er að reyna að bjarga liðinu sínu hérna eitthvað. Keysla er að brenna niður en hann getur ekki komið alveg strax inn í fætin. Low er aftur fallinn. Þetta eru hvað, 8 sem deyja hjá PvP og enginn hjá Rím. Bitu, Invoker. Já, ok, þeir ná Atla. Fóra aðeins í bakkan hérna. En já, tvö rögsföllin, 34.000 net worth lead. Fæ ég ekki fight recap? Kannski að því. Róbert sjálfur kom með gem núna og er með pípu. Er hann að fara í Lotus? Nei, hann er að fara í Orchid. Flott. Ok, ég er rugglaður sko. Já, Hyrsla er godlike, hann er að fara í komið Nóa, ég get ekki fight endurlist og við farin í Satanic. Og hann er svona meir og minna 6 slottaður núna. Hann vill finna DP-na, hann finnur hana. BKB-en, abbótanum bjargarinni, hann er búinn að BKB-a núna og það eru bara 15 sekundur eftir að dreganum það bil. Ég var verið að reyna að halda þessu síðasta raxi en það er virkilega erfitt. Þeir eru allir svo tanky. Deathprot á últi, hann er að reyna að últa, hann nær últinu. Þeir eru að reyna að halda þeim í skefjum á meilaraxinu þarna, það er bara 1 reyn strax eftir. Þeir ákveða að bakka og bíða eftir þessum últum. Já, flott hjá Róberti þarna. Já, hann er með sólakrast, ok. Já, ok, hann fór ekki í Orchid, vá, ég hef örugglega séð vitlaust bara.
Geisla ætlar að klára þetta, það er ekkert Death Prophet ulti í boði og það er komið Mega Creeps. Geisla er að fucking hakka, djöfull gera það mikið damage, nær hérna út Abaddon ultíinu, hoppar á drá, EMP-ið, dráin er fallinn. Stunstrækið, þeir ná líka Death Prophet og Axe og Phoenix og þeir kolda. GG, velspil og Venus sína virkilega yfirburði hérna. Og þeir taka þessa seríu 2-0 í fyrsta leiknum hjá þessum liðum í Kraftvilla-deildinni 4. MVP í þessum leik, það verður að vera Frikki aftur. Bara gæinn spilar þennan Dragonite ekkert eðlilega vel. Annars fíla ég mjög mikið konseptið hjá Venus í þessum leikur með Venan Venn og Jungle, leifa Beastmaster að leina einum. Hann átti alveg frekar erfitt lein, hann er náttúrulega að leina 1v2. Icefog átti smá rough bit, en spilaði sér náttúrulega bara vel með liðinu sínu, var ekki að fýta og tók þátt í mörgum killum og aðstofaði Frikka náttúrulega mikið með að Lakridínu og EMP-inu og svona halda þeim á sínum stað. En PvP líka standa sig vel, sína að þeir eiga alveg break í þessu móti. Ég veit að þeir eiga töluvert mikið inni. Ég er bara spenntur að sjá næsta leik hjá þeim. En já, Venus 2 PvP 0 í kvöld. Já, streymi hjá Snorra, ég veit ekki hvort að það sé ennþá í gangi eða hvað, en það var einnig DR á móti Snorra á dvergunum. Annars þakka ég bara fyrir áhorfi í kvöld og við sjáumst á sunnudaginn þegar við erum með útsendingu live Arena. Takk í bili.